bara gaman að sjá ykkur. Já, og við ætlum að hafa þetta kannski blanda af íslensku og ensku. Já. Og þið kannski kynnið ykkur fyrir fyrst, ég hef kynnt ykkur ekki. Já. Ok. Eigum við að blanda eða would anyone like us only to speak in English? Eða bara íslensku? Blanda is fine by me. Okay. Blanda is fine by me too. We will ride this wave together. Okay. Ok, þá ætlum ég að byrja. Ég heiti Dögg Sigmarsdóttir. Ég verkefnastjóri borgaralega þátttöku á Borgarbókasafninu. Og já. Yeah, and my name is Martina, and I also work for the library, and we're like Doug is civic participation project manager. I am working with intercultural affairs and events, and we develop most of our projects together. Við ætlum að tala hérna í dag aðeins samfélagstorg á framtíðarbókasafninu, eða í framtíðarbókasafninu. Og kynna hérna 3 verkefni sem við höfum verið að sinna, sem eru stofan, a public living room, kærleiksorræða, Love speech, og picnic, svona community picnic á bókasafninu. En ég ætla kannski bara að byrja á að spyrja ykkur hvort að þið getið hugsað ykkur, eða getið ímyndað ykkur hvernig það væri að liggja undir sólhlíf á grasgrænni flöt, í grasgrænni lautu inn á bókasafni. Hvort að, hvernig myndi ykkur líða með að vera að deila nesti með öðrum? Getið ímyndað ykkur ef að þið lægið bara í lautinni og við hliðan ykkur væri ráðherra? Mynduð kannski að tala með öðrum hætti ákveðin málefni ef þið væri bæði bara á sokkulistunum? Eða ef þið væri að deila mat með mannski sem þekki ekki neitt, talandi kannski eitthvað hitta málefni, mynduð kannski tjá ykkur með opnari hætti eða að meiri virðingu? Það væri skrítið og spennandi, og bókamál á maður myndi tjá sig öðruvísi, af því aðstæður og umhverfi hafa svo mikið að segja. Bæði þessi uppstilling núna til dæmis, hún breytti algjörlega öllu dýnamíkinu, í stæðan sem var öll í röð og snér með ykkur. Og það er mjög auðvelt að gera. Akkurat. Og kostar ekkert. Nei, það er saman level. Og það er nákvæmlega það sem við vinnum með. Það er bara að vinna með formið. Hver er umgjörðin fyrir lýðræðisumræðuna? Hvernig fáum fólk til þess að tala saman? Og þetta er allt saman tilraunaverkefni inn á bókasafninu. Við erum bara í stöðri tilraunastarfsemi þar sem við erum að skoða hvernig viljum við nota almenningsrýmið bókasafnið. Við skoðum þetta eins og bara gangstéttarnar, garðan okkar, sundlaugarnar eða göturnar, bara hvernig viljum við nýta þetta rými til að svara okkar þörfum. Og þetta er svona það sem við erum að hvetja fólk til þess að taka þátt, bara í rauninni taka þátt með okkur í að skoða hvernig við getum endurnýtt og endurskilgreint bókasafnið til þess að verða líka þessu samfélagstorgi framtíðarinnar. Today we brought this video that is running behind us. Of course, we don't see it so well because it's bright, but it's just to give you some kind of idea of the different ways that we can use the library, or it's just some examples from our projects. So you will see some of the picnic, but we have a lot of other things. So we are sort of just commenting on some examples, but it's maybe also good to keep in mind these are only some examples and so many new other things could happen. So oftentimes when we start a project, we ask ourselves, who is already using this space? Who is it already designed for, we can say? Who feels comfortable coming in? Who feels like they belong? And who isn't there? And for what reasons? So it's a very fun job. we experiment a lot, but it has this you need to have this curiosity, I guess, in this kind of jobs to think okay, would actually a different kind of lighting bring new people in? Would actually just having some music bring new people in? Would having some food bring? So we experiment with a lot of things like this. We're who's using the space and for what? And then who isn't using the space? How could we maybe bring them in? So sometimes that also means working way more time on groups that are not using the library and not spending that much time working
with or for those who are already using it, not because we don't care about them, just because they are already using it, so that's great. And then, you know, what can you imagine yourself doing in the library? So like, of course, borrowing books or singing with children, or there are many things that have been happening in the library for a long time, discussions, book clubs, lots of different conversations. But then we are experimenting with different formats that allow us to make a new usage of the library, thinking how can this space serve us better, or like how can this space help us take care of each other better. This is like quite central. And because it's basically the democratic platform we all need, we are like always reconsidering as well what kind of methods we use in the frames we use. Are those methods sort of empowering people to take action? Are the frames flexible enough that maybe a lot of people can come in with some changes? And it allows us to get a lot of different contributors into our projects. When we go over some of the examples in a little bit of time, then we will tell you more about that. But that's kind of like the concept of how we work, is to build different frames where people can come in and influence the space, we could say. Yeah. Yeah. En svo heyrðu, það eru margar spurningar og við erum alltaf bara, akkur ekki, við erum svona bara litli rassálfar þarna að reyna að fá fólk bara til að skilja fólk. Og það sem í rauninni lykillinn að þessu öllu að fá fólk til þess að búa til staðinn með okkur. Þannig að við erum þú veist, það sjaldnast þannig að við byrjum á að þú veist, endurraða og skoða, heldur bara fáum við samstarfsaðila með okkur og byggjum þau að sýna okkur ef að þú myndir nota bókasafnið sem staðinn, þú veist, þetta ekki staðinn endilega sem er vinnan þín eða heima eða skóli, ef þú myndir nota það, við notum allir einhver aðra á staði. Hvernig myndi það líta út og hvað myndir þú vera að gera þarna? Og það þú veist, það sem við erum kannski svona að fá út úr því eru bara margar prótótýpur sem síðan fær okkur nær því bara hvernig myndi samfélagstorg líta út á bókasafninu. Og eitt af þeim verkefnum er stofan af Public Living Room og það form á því verkefni var að við byggjum samstarfsaðila að búa til tímabundinn stað inn á bókasafninu. Og við erum ekki að kaupa neitt nýtt, þetta förum við með samstarfsaðila húsið og segjum, þú veist, hvað finnst ykkur aðlaðandi, hvað myndu þið vilja nýta og hvernig getum við endurraðað og endurnýtt það sem er þarna, þannig að það mæti þínu þörfum og sýndu okkur síðan, þú veist, hvernig myndur þú nota það. Og þessi En það allt í lagi líka, þú veist, to give an idea, já. Og þetta svona einmitt, þetta svona hugmyndin fyrir, þú veist, þessu að í nýja grófarhúsinu sem hönnuðir og arkitektar eru þegar búin að svona koma með tillögu að. Svo bara slökka þetta vel að baka í vídeó. Já, einmitt. Að þá í rauninni, þú veist, erum við að búa til bara efni við sem að þessir arkitektar og hönnuðir geta nýtt þegar þau eru að endurhanna húsið. Og þú veist, ef við að taka eða kannski að segja frá því líka, þú veist, í þessu samfélagstorgi að þá erum við líka að skoða með ólíka þarfir fólks, að við erum aldrei, þú veist, við erum komin með 16 eða 17 mismunandi útgáfur af stofinni, af Public Living Room, sem að mismunandi aðilar hafa búið til inn á bókasafninu á síðustu 3 árum. Og í þessu öllu að þá erum við líka að gera ráð fyrir því að við erum aldrei að skapa eitt rými fyrir alla. Já. Við erum aldrei að tala við alla í einu. Þú veist, við erum núna að vinna með, þú veist, þessum hópi og þá það, þú veist, erum við bara að tala við þau og fá þau til þess að vinna þetta með okkur og svo þá vonandi, þú veist, náum við til svona stærri hópa og það þetta, Yeah, we were once, for example, recently we had one collaboration with IVAG, Artist Iceland Visa Action Group. They were our partners for one version of Stovan, and what they invited us all to do is to imagine futures, and it was such an important practice that I think
we could all benefit from actually like regularly. Just the work of imagining things differently, which to some people seems futile, but they were really like, they came with extremely convincing arguments that I think, you know, what did they say? Stuff like, I mean, of course, we are living in a world that was imagined by someone. So it's like, you're even thinking, in whose imagination am I living today? And so if I want something to change, I first need to go through the step of imagining it. So they invited people into like a creative writing workshop where we could just imagine a future or write a letter to like a future head of state or something. Like, it was very free. It was like a creative and artistic exercise. But really what it was also deeply, like at the core of it, was their activism work to get better working, living conditions with artists, for artists from outside the European Union. So that was one example of, because this organization that we partner with, they wanted to use the library to do that. We didn't ask them, come with a writing workshop. We said, would you like to partner? Now that you have this spot, show us, how would you like to use this public space to help you in your work as well? They wanted to engage in this way. That's one of many. Já, og það var einmitt hópurinn sem kom svo eftir þeim, sem var núna í apríl. Það var hérna On Productions, held ég að heiti. Þau eru að vinna með íslenskt táknmál í hérna svona sviðslistum. Og þau settu upp skemmti- og fræðslurými íslenskt táknmál. Líka vitundavakningu réttindabaráttu hérna málhafa íslensks táknmáls. Að vekja athygli á því að við erum með 2 opinber tungumál á Íslandi. Það íslenskan og það íslenska táknmálið. Og hvað það sem við þurfum að bæta til þess að opna aðgengi bæði, þú veist, á milli tungumála hópa. Málhafa táknmáls og íslenskunar, þú veist, ég meina hver á að borga fyrir túlka til dæmis. Það kemur að menningarviðburðum. Þú veist, hver eru meðvitaðir stöðu táknmáls, málhafa táknmáls á Íslandi, og þetta var allt eitthvað sem þau vildu líka vinna með almenningi með því að hafa þetta inn á bókasafninu, þannig að fólk gæti skrifa sínar hugleiðingar og sett í hugmyndabox, og það var ýmis svona fræðsla á spjöldum í kring og vídeó sem var alltaf í gangi sem eru byggu til, og svo var opið svið þar sem þau buðu döf að stígast upp og bara tala sína reynslu og hvernig þau líta samfélagið okkar og hvað við gætum gert til þess að gera það aðgengilegra og opnara á milli. Og já, og svo kannski síðasta var núna, það núna síðasta stofan á þessu 30 ára. Já, og þau eru líka, það ung ÖBI, Öryrkjabandalag Íslands, unglingahreyfingin þar, og þau vildu vekja athygli á birtingamyndum fötlunar í dagamenningu. Að fá okkur til þess að hugsa tilbaka, bara munið eftir kvikmynd, einhverjum sjónvarpsþætti, tónlist eða bókmenntum, þar sem að fatlaður einstaklingur kemur fyrir, og hugsa tilbaka bara, hvernig var þessi birtingamynd og hvernig leið mér með þetta? Því við þekkjum þetta kannski, þú veist, einhver tíman var þetta, þú veist, fyrir 100 árum síðan, það var bara eitthvað svona freak shows, það var bara, þú veist, þetta var bara það sem var ekki eðlilegt, og það var verið að sýna þetta, sem einhvern veginn, þú veist, einhvern svona skemmti, tengd sem þú veist, ekki, eitthvað sem samþykkt í dag. En svo á móti, þá ertu kannski líka með bara svona hetjusögur, og ertu bara með snillinga, þú veist, einhverjar þú veist, svona ofurhetju element hjá manneskju sem hefur gleymt við ákveðna fötlun og sigrast á einhverju óyfirstíganlegu, og þá kannski, þú veist, hvaða tilfinningar skilur þetta eftir sig hjá okkur og í okkar menningu, ef þú ert ekki ofurhetja, þú veist, og þú vilt kannski bara vera ekki bara, þú veist, fötlun, ekki bara það sem að, þú veist, þú ert að því leita að þú sést skertur, heldur og sést einhvern veginn að bara séu sem manneskja og og með einhverju önnur hlutverk en bara það að hafa einhverja skerðingu. Þannig að þau enda, sem sagt, 22. maí, það lokar þeirra stofa, og þetta opið núna niðri í Gróf alveg alla vikuna.
og það geta allir komið með deilt með sínum dæmum og svo open mic og þá upplestur og fólk geta allir lesið upp og þetta rauninni allt til þess að styðja við nýja grófarhúsið og samfélagstorgið sem á að vera í nýja grófarhúsinu að við séum að skoða, þú veist, hvernig viljum við hafa þetta rými og hvernig getur að vera, þú veist, umbreytanlegt og hægt að aðlaga að mjög ólíkum þörfum mismunandi samfélagshópa. And so the Stovan project is coming to an end soon because we designed it as a 3-year research project. And oftentimes that's also something that I would say it's an unspoken rule we have. We never actually sat down and decided, but in our projects we have a time, there is a time limit. We don't want to continue the same project for 5-10 years. We want to take enough time to develop something, but then really learn from this and continue different types of prototyping. So Stovan is coming to an end, but I would say from Stovan, in a way we can say came the picnic. Yes. Because we wanted to continue to engage in this format where each month or in each picnic we have a different host. So we don't choose what food will be there. We don't choose what the exact setting will be, what the topic of conversation will be, because it's basically thought as a picnic where you also bring a conversation menu. People can of course talk about other stuff. It's a free place. But the idea is the host comes in with some kind of conversation starters. They want to engage with people and they choose what food. We have a budget for food, but they are free to choose how they want to use this budget for food. That makes every picnic also smell different, look different, taste different. And I think that's a very important part of experimenting in a public space like the library, and to sort of bring new users in and to see also what would make them feel comfortable. It's on the same day as we will have the open mic here that we see this Upplestur Búum til ný íslensk orð. That's another project called Kærleiksorðræða, love speech. We just started it and we will have on the same day, maybe just a little bit about the Kærleiksorðræða, how this project was born. We did an event on the day of the Icelandic tongue last year, which was we invited a lot of authors and poets to come and share what words they felt were missing from the Icelandic language. It was a very playful event. A lot of new, very fun words came out of it. Some deeper than others. No, I don't mean this in any kind of ranking, but just we had words such as Ostfangin, which is just okay, the sort of, instead of Austfangin, we would use the cheese, instead of love. But there were also words that sort of revealed, in a way, deeper feelings. Like someone came up with the word tvíbúi, saying, okay, I am an immigrant here, but how many years do I have to be an inflytjandi? Is there a time where we could choose a better word to describe my living situation, which is, this person felt closer to a word such as tvíbúi. So we are using this project to develop a language of care for one another. It is a project that is also experimenting with how we tackle hate speech. So we tackle hate speech with a playful project where we create words that are meant to care better for our experiences. We have free workshops planned in the library that are curated by different authors, all using Icelandic in their practice. Not all of them are native speakers, and I think that's also a very important part of the project, because it's oftentimes when we speak about the Icelandic language, and I guess the same could be said about a lot of other languages and a lot of other realities in other countries, but oftentimes we don't feel legitimate to talk about the Icelandic language if we are not fluent in it, or how fluent do you have to be, or do you have to be native, or people put the bar in so many different places, but we want to use this to question this ownership of the language, or ownership of this discussion, and to sort of bring people into the Icelandic language with a playful method,
sort of make the language their own. So what we're doing is we're creating a dictionary of new words, and this dictionary is co-created by all the participants of the workshops. Also had workshops in schools, and of course the open mics where the general public can also come. And each word will be in a book that we will then reveal and that people can consult in the library from next year probably. And that will be the word, like one more word I wanted to share with you, Saknaust, which was so beautiful as well. What did you say? Saknaust. So there was this 10-year-old who explained that she has her grandparents living in Poland and she loves them very much and she misses them a lot, and she needed a word to describe this feeling she has for them. And that was such a beautiful way to also explain this feeling. So yeah, I think, we gave some examples. Of course, the library does a lot of other things too. You have seen on the screens, we have like the family toddler mornings as well, where librarians sing with parents and children. It was this morning, it's packed every single time. It's such a wonderful way for people to meet, spend fun times together, for the children to bond. We have Icelandic practices where people can come and practice Icelandic for free. So the library, I think, provides also a lot of almost like, services basically that people feel they're lacking. So we are sort of here as facilitators trying to see how can we help people Yeah, and maybe one of the things, for example, like the open mic on the 15th of June, we have a picnic at the same time. Yeah. Þannig að við erum að taka kærleiksorðræðuna sem að vinna gegn hattursorðræðunni, og við erum með picnic setting, og við ætlum að fá Samtökin 78 til þess að vera gestgjafarnir í lautaferðinni, og þau eru náttúrulega snillingar í að búa til ný orð. Allt sem tengist hinsegin leikanum og hinsegin veruleikanum og hefur ekki orðin yfir þetta, þá er þetta bara eins og þessi veruleiki sé ekki til. Og það er náttúrulega það sem við viljum gera. Við viljum vera að endurspegla samfélagið inn á bókasafninu, í því hvernig við tölum saman, í því hvernig við erum. Og þá, við byrjum á piknikinu og þá fáum við oft krakka og alls konar fólk til að setjast niður með okkur og svona, þetta er svona lárþröskuldur. Og svo klukktíma seinna, þá er upplesturinn, þá er open mic inni, og þá í rauninni geta, þá eru Samtökin 78 kannski tilbúið mér einhver orð. Það eru krakkarnir í Hvassaleitisskóla sem tóku þátt í kærleiksorðræðunni með okkur, sem voru líka til að lesa upp. Og þetta er rauninni... We try to get those sort of bubbles to meet as well. Því að það er ekkert alltaf allir sem einmitt upplestur á kærleiksorðræðunni eða pikniki eða þetta, en ef við kannski náðum svona aðeins að leyfa hlutunum á skarð, þá kannski dvelja einhverjir aðeins lengur þarna, eða koma aðeins fyrr og setjast aðeins í lautuna áður þau farið på svið. Almost like a festival. Yeah. Tiny. Yeah. But even in the Kærleiksorðræða project, I think one of the strengths of this project, or what I'm particularly excited about, is that it's the first time that we manage with a project, just us, not everybody in the world, but that we, I feel, are bringing bubbles that usually never meet into the same events, because so many people that move to Iceland and are learning Icelandic care about this, and so many people who were born here and maybe are professors at university and that use Icelandic in a very intense way, or that they are native speakers, but also maybe what we call just like grammar nerds, or they would want to be in this conversation too, because they care about how those new words would fit within the current Icelandic grammar rules. I think that's so rich to be able to make the words together. And sometimes actually the Tvíbúi word was made by two people from totally different profiles at the open mic. Yeah. It happened live. Because this person started explaining, I wanted to sound like this, I wanted to say that. And then that other person who was a native Icelander said, how about maybe you would word it, put it actually like this, or it would, That was a very beautiful process too, to think that we can do it together and doesn't have to be a confrontation about the language or choosing, are we speaking Icelandic, are we speaking English? It's sometimes okay to just give examples where we can feel included in different ways. Það er klárlega bara það sem við viljum bara fá fólk inn, tengjast því sem það elskar að gera. Já. Og þannig að þú fer frá bókasafninu, þá segirðu, ég ætla pottþétt að koma hingað aftur. Já. Ég kem pottþétt hingað aftur. Já. Já, mér langar bara, að því að
frábær verkefni og ótrúlega áhægt að heyra einhvern veginn og mikil vinna sem þið hafið ykkar svona know-how einhvern veginn eftir alla þessa vinnu. Ég svona forvitin hvernig við getum einhvern veginn tekið hana og fengið hana út í borgarkerfi og aðra staði. Ég bara hugsa eins og þegar maður í að skipuleggja borgarrými sem líka einhver torg og eitthvað það sem í rauninni þetta ætti að eiga sér stað líka en á sér ekki stað bara alls ekki á sama hátt. Það meira einhvern veginn auðvitað einhverjar hugmyndir og svona en við erum ekkert rosalega góð í þessu á Íslandi að fá fólki með okkur. Við á bókasafnunum þeir eru bara best í þessu held ég að vera einhvern veginn að þróa þetta samtal á milli íbúa og hvernig og einmitt núna sem Grófarhúsið að nýta þetta í arkitektúrnum sem að fara að koma þarna og hvernig við erum að fara að skipuleggja þetta. En er þetta eitthvað sem vitið þið? Er eitthvað verið að vinna með þetta? Að draga þessa byggingu út úr bókasafnunum? Sko þetta náttúrulega bara það sem að tekur rosa mikið tíma að miðla. Eins og við höfum verið að æfa okkur í, þú kannt þetta, en gefa okkur tíma að taka upp á vídeó, sýna í myndum. Það eru alls konar hugmyndir á bakvið eins og þetta, inngilding, lýðræðisþátttaka, allt þetta, en þetta er kannski ekki ástæðan fyrir því að ferða einhvern viðburð. Bara já, af því að þetta er svona lýðræðisviðburður. Nei, þú ferð af því að það er eitthvað í gangi sem þú elskar að gera. Þannig við erum að reyna í öllu, þú skapar ramma og einfalda skilaboðin og segir bara hvað erum við fara að gera? Búið til nýja orð. Hvað erum við fara að gera þarna í pikniki? Setjast niður og borða. Hvað erum við fara að gera í stofinni? Þá er það bara að reyna að taka, það er eins og þetta með, það er open mic. Við ætlum að hugsa birtingarmyndir fötlunar bara hvað erum við fara að gera? Og þetta tekur alltaf, tíma að miðla. Og mér finnst auðveldast að setja einhver svona ramma áður en fólki boðið inn, eins og þetta picnic. Yeah, but the picnic frame could be used anywhere. Yeah. Like I think because this is also an idea, it doesn't belong to anybody. It's a picnic. Like, og eitthvað sem kunnulegt, bara já, ég vil ekki gera þetta, en þarna, ok, þú veist. Við gerðum þetta í Breiðholti. Já. Í sambandi við Green and Cities verkefnið. Við vildum bara fá fólk til að kynnast þessum reit sem við erum að fara að breyta. Og þetta er bara það sem bara virkar. Fólk sest niður, við erum auðvitað úti, skilur við, og þetta geggjaður í apríl sem var mjög heppilegt. En þú veist það bara hún sest niður, spjallar, og það gerst. Og Green and Cities, kannski segja bara. Já, það er svona stórt evrópskt verkefni. Það sem við erum að, ég held ég var nú að tala um þig. Já, ég man. Og það sem við munum vera að gera borgina blómlegri og erum með reit þarna sem við ætlum að breyta í svona ætingar. Það var ótrúlega gaman að tala um einhverjum skipulegi og honum. Ég að þið eru alveg greinlega með. Þannig að spurningunni að þetta er svo mikilvægt, þetta er svo frábær vinna sem gangið ykkur og ég til dæmis aldrei heyrt með Kjellursorðið, ég hef bara að heyra það fyrst það bara geggjað. Það ekki svo margt fyrir gerð? Ekki í gær, en það var, because we were at the intercultural conference of Reykjavik City with this project. Fjölmenningarþinginu. Rúf came to do a short piece about, og piknik ég fylgst mikið með því og frábært að sjá þessi skref sem þeir að taka og prófa okkur áfram í samtalur en við íbúa að varðandi þessar þekkingar svona yfirfærslu sem þú svolítið að koma inn á hvernig getur við dreift þessum víðar kerfið það er einmitt ástæða þess að við setjum í gang daginn þetta lýðræðisþing. Það er líka svolítið að tengja þessi mismunandi verkefni borgarna sem eru svona lýðræðistengjandi og með þannig fókus að það er einmitt þess að dreifa þessar þekkingu og eiga samtala um þessi ýmsu lýðræðisverkefni borg, hvort sem að sé bókasafninu, hverfið mitt eða bara torgimiðstöð eða til dæmis Edda Ívars, borgarhönnur þannig að þið geta átt samtalið og þá myndast eitthvað svona möguleg þekkingar yfirfærslu á milli aðala. Þannig að við þurfum að halda því gangandi upp á að dreifa þessu þekkingu milli. Þetta er rosalega mikilvægt að þetta smitist á milli eins og þú ert komin inn. Já. Ég held líka bara að nota bókasöfnin, af því bókasöfnin eru stofnanir sem eru mjög lág þröskuld að fólki finnst auðvelt að koma þangað. Þannig að ef það er eitthvað þar sem að væri hægt að nota þetta rými, þá er það náttúrulega bara rosalega flott. Já. Svo er það líka, ég held að það sé bara svona sérstaklega mikilvægt fyrir okkur á þessu kalda landi. Það er þessi svo í
heitar lendi þá bara fyrst að görðum, almenningsgörður þar sem fólk getur bara vist og verður lendi en þetta rosalega mikilvægt fyrir okkur að hafa staði þar sem getum upplifað eitthvað með nýju fólki og heitupottarnir eru svona staðandir sem við notum í dag en við þurfum kannski aðeins meira þú veist og heitupott á þurrlandi við þurfum alveg að skapa það stundum þetta ekkert, ég held að þetta sé ekkert alltaf eitthvað rosalega flókilegt það sem maður þarf, það eitthvað bara svona smá svo ofta að maður vantar mann einhvern stað með börn ég bjó í Köpen og það var bókasafn og þá voru svona litlir svona plastbílar sem bara svona þú veist, litlir krakkarnir voru keyrandi bókasafnið og fóröldurinn alveg bara að lesa tímarið skilja bara frá 5 mínútur til að hvíla sig en það þetta sko líka að við séum að skapa umhverju aðstæður einmitt það sem að er ekki bara fyrir kannski börn þetta hvað fyrir fóröldurinn líka sko á móti og eldri borgarnir bara hvaða aðstæður svo sem það að skapa fyrir allan markhópinn sko og það krefjandi en þarft algjörlega, þetta einmitt Marína einn af skapendum stofunar hún bjóð til loftslagskaffi ég fór í bókasafni, ég var í kring bara hvar, eru það annars staðar á bókasafninu? Við erum aldrei nei en það var svo geggjuð hugmynd sem þið voru með Marína og Marissa saman að vera með loftslagskaffi og það sem þetta svona mannvænna, náttúruvænna, umhverfisvænni stað settum stofu í viku fengum góða umfjöllun og voru núna að fara styrk frá bókasafnasjóði af því að þeir hafa tengst bókasafnum á Akureyri og á Ísafirði og Hversdagssafninu á Ísafirði þannig að þú veist, það bara það er svo gott að hafa stað til að byrja á þú veist, ég hef alveg sinnt verkefni í 15 ár sem eru lýðræðisverkefni þetta eru verkefni sem vinna gegn rasisma fyrir, þú veist, bættum réttindum jaðarsettra hópa og eitthvað svona og því ég kom til Reykjavíkur og sá bókasafni ég bara, þetta staður bara að þú ert alltaf á flakki með þessar hugmyndir og veist aldrei hvernig þú nær til fólks, veist aldrei hvernig þú nær til, þú veist, breiðari hópa og þetta bara, það eru algjör forréttindi að hafa svona stað það sem fólk sækir, þú veist bara fyrir alls konar þjónustu sko. Við erum runnin á tíma bara ég sé þeir sem að fyrir það bara endilega halda spjallið And using the fact that it's in so many different neighborhoods as well. I mean, this is like a massive strength of such a library as well. Það einmitt þessi infrastruktúr eins og með lýðræðisverkum eins og bara, ok, þetta eins og íbúðaráðsfundir eða fundir, þú veist, foreldrafundir og alls konar, þú veist, sem á ólíkum stöðum og þú veist, væri ekki bara alltaf hægt að nota bók, eða þú veist, að hafa, þú veist, bara að festa í sessi einhver svona, já, þarna alltaf þessi staði sem fólk að hittast, já, þarna þessar umræður, þú veist, þarna þetta, já, bara sem hugmynd, þú veist. Ja, getur komið hugmyndir sinum áleiðis og átt samtali hverju sitt sko líka og þess vegna sko mikilvægt að hugsa líka, getur við verið að taka inn þá eins og verið að tala samfélagstorki sko, veist hvað hvað að gerast í hverfinu, veist getur við verið að sýna það og átt samtali þar og veist þannig að sé bara alltaf einhver framsetning sem myndir og aðgengileg og skiljanleg fyrir fólk þannig að fólk geti skilið eftir póstið með hérna hugmyndum þannig að þau ekki alltaf bara að vera því við erum á stað þar sem að digital heimurinn hann að yfirtaka sko þá spennum hvernig finnum við balansin á milli sko og þannig að fólk geti líka verið að mæta í raunheimi sko. Ég held þessi líka starfskóta sem var að tala þess að þetta ákveðin réttindi að lífsgæði að geta umgengist annað fólk og eiga í samtölu með annað fólk sem að þetta er svo auðvelt að verða einmann á einangrun. Það er svo bara torgin á Ítalíu það er einhver ein leikmynd fyrir börnin og svo eru bekkir með gamla fólk. Það er bara elska það.
what was amazing is that they came, like, because there was food, because there was a picnic, they came in and those groups also mixed. So they were like the regular users of the library that have been there for many years. They're also very easy to include in a project such as the picnic. It's like, take your shoes off and just come and have some food. And then the conversations happen naturally. Like I think that's an important part of the picnic. It's like whenever we're asking big questions, because we tried many times, I mean we still do it, like to organize discussions, and then we have like a theme and we say like, how about we discuss this at this time, and of course it's amazing, and we oftentimes like just invite people almost personally and say, come please and discuss this with us in the library, we make it public and let's see what happens. But with the picnic, the emphasis is on the food, but that doesn't mean that it's just about the food, but because the emphasis is on the food, then it's about just relaxing and being in the best possible setting to have conversations. And then whatever conversations happen, they happen in an environment where hopefully most people will feel relaxed or comfortable or we are experimenting also. I think next year I would be particularly interested in going a bit further with that, but with what kind of settings can promote respectful disagreements. So of course if you have your shoes off and you can't just like storm out, run away just because you got angry, are you more likely to just engage with people just in a kinder way? It doesn't mean that you agree with them, but perhaps this is a way to have discussions that are very complicated with people who disagree, but in a different setting. There's one way to do it. If you add just já and, always positive. Always positive inputs. You have to start there and já and you can build on it. You always have to build on it, but you can never be negative. So that's one way to do it. And also regarding, you were mentioning the older people in Árbær. Það svo áhugavert. Það til dæmis félag eldri borgara í Árbænum sem sækja íþróttir mjög mikið saman. Það 120 mann sem koma og eru bara að lyfta lóðum og dansa og alls konar. Að þegar við förum að geta að hugsa þessa kynslóðblöndun, það sem að það eitthvað verkefni sem ganga vel og við tengjum það síðan við eitthvað annað. Og þá verður eitthvað svo magna sem getur gerst í kynslóðblöndunni. Þannig varst að tala eldra fólk sem var að mæta á ákveðnum tíma, það ákveðnum fasti og við leiðum fram að hugsa, já þau eru að hittast þarna, getum við mögulega tengt eitthvað sem við erum hér við þá, þess að við erum með börnin og piknik og allt þetta. Þannig það verður svona eitthvað afleidd áhrif. Það alltaf við þurfum að tengja eitthvað. Og það einmitt, þetta snýst bara hvað fólk að sækjast eftir, hvort sem það sé fólk sem vinnur inn á borgarinnar, en svo hefur líka verið rannsóknaraðilar sem hafa svo bara, vá, megum vera með. Þú veist, og ég bara, já, ok, við höfum alveg verið að vinna með fólki sem að rannsaka bæði lýðræðisvettvanga bókasafna og mannfræði, félagsfræði, kenndar. With Kærleiksordræða, we are collaborating with Arnastofnun as well, which we never thought would happen when we started it, but they were like, we're doing research on language and we need to, but that was so amazing, because I wouldn't have dared, no, I don't know if dared is the right word, but I wouldn't have thought to contact them as a partner, because they're doing their thing and I see them as like having all the resources to do what they need to do. Actually, they are specifically doing research on young people language, or like and they have been already like asking people to contribute with words, but people aren't using this platform a lot, so now they are using this platform to get the new words they want to have, and they actually, people can already do that on their website, they just don't do it. They're like, okay, maybe they just need then, you know, the sharing of this sort of knowledge is also very important. Það líka áhugavert að fá orð milli landa, vegna þess að það ólík orð sem notum sérstaklega tilfinningar, og þegar við fáum orðin yfir þá skynjum við það eiginlega bara betur. Þú veist, það bara, þú veist, og það stundum, það var einhver listamaður sem bjóð til svona póstera sem útskýrði tilfinninguna á orðið og var með orðið eitthvað frá hvað, og það svo áhugavert þannig að sér þau eitthvað. Já, ég hef alveg upplegað þessa tilfinningu, skilur við, að fara úr vinnufötunum eftir langan dag tilfinningu, og þú veist, og maður tekur alveg við. Ég nota sömuleiðis í Sviss, like everybody in Switzerland who knows me knows the Icelandic word sömuleiðis. We use it, my brothers use it with me by messages. It has now become a word that all my friends use, because every time they say something nice to me, I just feel like that's the best word to describe this feeling is sömuleiðis, and the one in French is like, that just doesn't work as well. So
I'm like, I'm going to need to teach you a word to like, and then it's very fun to notice also how different languages. It's a very fun process. Very interesting because these are words we need and experience a new feeling. And have a new word. Yes. That's sort of like amazing. It's really absolutely. Yeah. And this is what we're aiming at also with the love speech as opposed to hate speech, is that so often we're ignoring how people experience communication. And that is the problem with hate speech. Those that suffer from hate speech or are victims of hate speech, they are just isolated because it's often like, I just use this word, you know. But if we twist it and we're not focusing on like, you know, we're just focusing on, instead of focusing on like, was it hate speech or not? You should always know, or I think we always know, when do you speak out of like respect for someone? If you just switch the focus to that, like, and focus on the experience and like this emotional literacy that you just try to figure out like, okay, am I speaking out of respect? One, and how did the person, like, did you experience it in that sense? And I also think in Icelandic we don't always have the vocabulary to talk together, especially about skin tones, and this is something people bump into a lot, and it's something we really need to do openly and in a very definitely. And one of the workshops will be the hosts of our workshops are 2 Icelanders of color who are going to focus specifically on vocabulary around that. That's like one of the workshops that will be in the fall. But there's been a lot of English words are used in those conversations, even when we speak Icelandic. Policies and laws we don't use, because this is a very big factor in discrimination. We don't use any words for it. We just say race, which is not necessarily right either. So, of course, it's super important. I think it's Og eitt af því sem við erum með margar aðgjafa inn í því verkefni, og einn af þeim Eiríkur Rögnvaldsson, og hann sagði, þú veist, íslenskan alveg, þú getur sett saman ólíklegustu orð, en það kannski ekki endilega auðvildast til þess að, þú veist, eins og, hann sagði, þú losnar ekki endilega við líki úr vagnum, þú veist, ef þú ert bara kynþáttafóta, þú veist, eitthvað svona, þú veist, einhver sem að læra anti-colonialism eða anti-racism, þú veist, eitthvað nýlendu, þú veist, nei. Kannski verður bara auðveldara að taka með tökuorð. Og það þú veist, með orð eins og, þú veist, þannig til dæmis hommi, þú veist, þetta þú getur verið að nota orð og það miklu auðveldara að skilgreina tökuorð bara upp og nýtt. Og þú veist, og taka eitthvað úr einhverju öðru og þú veist, eitthvað sem þú kannski hvort að nota á ensku og bara segja bara easy peasy og skrifaði bara easy peasy þú veist, það ekki flókið, þetta bara easy peasy, Easy peasy is officially in the someone put it as an entry. Þannig að þetta þarf ekkert að vera erfitt, sko. Þetta getur verið bara auðvelt. And it can be fun too. Já, algjörlega. En hafið þið eitthvað undir með talbólunni sem svona, vettvangur til þess að eiga í svona samskiptum, erfiðum samskiptum þar sem fólk kannski ekki endilega sammála og eitthvað svona. Nei, það getur kannski gert það. Það var held ég að þetta erlend fyrirmynd, þetta bara svona skvast upp í kollin hjá mér. En það er svona vettvangur, fólk situr í hring og það verða valið eitthvað umræðefni og það alveg gegn bara fyrir fólk sé ósammála. En þú veist, þetta, ég bara þekki það samt ekki ná vel, þetta svona kynnt samt ykkur bjöllum saman þegar við vorum að tala þetta. Gaman að tjekka því. En takk kærlega fyrir að koma og segja ykkur frá þessu. Takk fyrir að bjóða. Koma meira á bókasafn. Koma í kynning. Heldur betur. We'll go to uni. Já. See you. Já.